Svo erum við. Okay. Everybody awake now? Já. Vardaga. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Nei, ekki. 1, 2, 3. Guð góður. Amen. Man einhver frá hvaða bók við höfum verið að lesa hérna? Vá. Nehemía, já, og við byrjum á að tala að þeir eru að koma tilbaka úr herleiðingu. Það kemur. Er það rétt? Já. Þeir eru að koma tilbaka úr herleiðingunni og þeir voru búin að vera herleiddir í 70 ár og þeir komu aftur til síns heima, það er að segja þeir komu aftur, við getum sagt að þeir hafa komið aftur til Guðsins og bókin fjallar endurreisn og ég trúi því að hún eigi erindi við okkur í dag vegna þess að við sem byggjum komi ríki þitt og syngjum við söngum að það sé eitthvað svo langt á milli okkar og Guðs, á ekki að vera þannig, á að vera stutt. Drottinn, hann vil endurreisa. Við erum komin í 8. kaflan, ég ætla aðeins að bara, þessi kafla sem við höfum lesið, fyrsti kaflinn, við sögðum að Nehemía, hann fastaði og bað þegar hann sá hvernig ástandi var og hann vildi breytingu. Ísraelsmenn voru komnir heim þegar Nehemía kemur inn á sjónarsviðið og hann fær frí hjá konungi og fer til þess að hjálpa þeim að reisa múra í Jerúsalem. Síðan lesum við að fórum í 3. kaflan og þar töluðum við að hann reisti múrana og hann gerði óvininn reiðan. Óvinnurinn hafði ekki lengur aðgang að Guðs fólki. Í 5. kaflanum þá var talað að þá sáum við sem sagt að það var missætti meðal fólksins sem voru að hafa að öðrum og við töluðum að Guð vildi gefa leiðtoga sem óttuðust hann. Nehemía var maður sem óttaðist Guð. Í 7. kaflanum þar voru vélabrögð djöfulsins og óvinarins afhjúpuð. Nehemía, hann hafði andlega greiningu og hann sá hvað var að gerast. Hann þekkti óvinn. En við sáum í 7. kaflanum líka að margir af Ísraelsmönnum þekktu bara af sitt óvinn. Þeir voru að starfa með óvinn. Og segir það okkur eitthvað í dag? Því miður. Því miður. Kirkjan, hún þekkir ekki þennan sem kemur í ljós engilsmynd og hún hefur tekið höndum saman við hann, þar að segja hluti af kirkju Jesú Krist og boðar annað fagnaðarerindi og þið getur lesið það í 2. Korinthubréfi 11. kafla. Þessum trúi ég að þessi bók eigi erindi við okkur í dag. Í 7. kaflanum töluðum við að hervæðast og halda velli þegar það væri búið að reisa múrana. Og nú í 8. kaflanum þá erum við komin að búið að loka múrunum og nú haldin heilög samkoma. Og við byrjum að lesa í versi 1. Það eitthvað sem að gerast hérna. Ég hef skrifað yfirskriftina við þessum kafla. Það vitjun, það vakning, það iðrun og það gleði. Og ef við lesum frá 1. versin í 8. kaflanum, þá segir allur lýðurinn safnaði saman eins og einn maður á torginu fyrir framan vatnsfylið. Þeir báðu Esra fræðimann að sækja lögmálsbók Móse Drottinn hafði sett Ísrael. Þá kom Esra prestur með lögmálið fram fyrir söfnuðinn, bæði karla og konur og alla þá vit höfðu á að taka eftir. Og hér fullt af fólki sem hefur vit á að taka eftir, ungi og aldnir. Og á fyrsta degi hins 7. mánaðar, hann las upp úr því á torginu. Og ég man að við höfðum úti samkomu á Siglufirði á torginu, þá lásum við upp úr ritningunum.
En þetta var fyrir framan vatnshliðið frá birtingu til hádegis í viðvist karla og kvenna og þeirra barna vithöfðu á og eyru alls liðsins hlýddu á lögmálsbókina. Og við skulum aðeins skoða þessi vers og ég ætla að lesa, kannski lesum allan kaflann í dag en það aðalega fyrri hlutin af kaflanum sem við ætlum að fást við. En hér safnast allir saman við hlið sem að kalla vatnshlið. Og ég prentaði út svona mynd af þetta voru hliðin í kringum múra Jerúsalem. Þið sjáu að þetta eru hvað? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hlið. Og það við vatnshliðið sem að þeir safnast saman. Og vatnshliðið, öll þessi hlið, ég man hún Helga Sýtimannis, hún predikaði einu sinni hliðin, öll þessi hlið hafa ákveðna merkingu fyrir okkar göngu með Guði. Það sauðahliðið, þar sem að sauðirnir koma inn og síðan það vatnshliðið, síðan var það fiskahliðið og það segir okkur, ekki fiskur það segir okkur að við eigum að vera mannaveiðarar og svo framvegis að þá hafa öll hliðin ákveðna merkingu og það má ekki að tala í dag eins og sem við segja. En vatnshliðið, merking þess að vatnshliðið hafði tengingu við uppsprettu sem var kölluð Gíon og það stendur í raun og veru fyrir svona samfélag þar sem stöðug tilbeiðsla til Guðs og fyrir ofan þetta vatnslið að þá var suðurveggur musterisins, þar voru svona, það verið uppgötvaðar, það kallað mikvas eða skírnarlaug sem að jarðfræðingar telja að þeir hafi skýrt þessa 3000 á hvítasunnudag. Þetta rétt hjá vatnsliðinu, það sem gerist á hvítasunnudag að það má segja að það tengist vatnsliðinu. Þannig að við getum sagt að vatnsliðið það talar hlýðni við heilagan anda eða lífið í anda. Og þegar þeir koma þarna saman þá eins og vakning hafi brotist út og þess vegna verður hlýðið, það var síðan svona samkomustaður, þar sem var kennsla, samfélag, það var eins og svona bara staðbundin kirkja, þessi stað. En það sem gerist hérna að þeir koma núna allir saman. Og þetta í fyrsta skipti sem lesið upp úr lögmálsbókinni. Og við sjáum að þeir höfðu lifað núna án lögmál, þeir höfðu verið í Babylon í einhver sumir segja 67 ár, aðrir segja 70 ár, mannlega miðað við 70 ár, að án lögmáls og það má segja að þekkingin á Guði var svo til horfis. En nú safnast fólk saman til að hlýða á orð. Og það sem vakti athygli mína að þeir báðu Esra, það eitthvað að gerast. Þessi líður sem hafa búin að gleyma boðum Guðs, þeir biðja Biblíuna. Þeir biðja að það verði lesið upp úr lögmálunum. Það var ekki Esra sem var að tróða því upp á það. Nú myndu þeir fá að hlusta. Þeir koma saman. Þannig að það eitthvað sem að gerast. Það eins og andi Guðs hafi verið að starfa. Og þetta gerist, það er svolítið merkilegt að þetta gerist. Þá kom Esra prestur með lögmáli fram fyrir söfnuði, bæði karla og konur, vithöfðu á að taka eftir á fyrsta degi hins 7. mánaðar. Og hvað svona merkilegt við það? Fyrsta degi hins 7. mánaðar. Það voru 3 hátíðir í 7. mánuði. Og þetta á fyrsta degi hins 7. mánaðar, þá var haldin hátíð sem var kölluð básúnu hátíð. Og við lesum, ég ætla að lesa fyrir ykkur úr 3. Mósebók, 23, 24. Þetta svolítið merkilegt að þetta skuli koma hérna fyrir upp á þennan dag.
þá segir 23-24 Drottinn talaði við Móse og sagði, tala þú til Ísraels manna og seg, í 7. mánuðinum, hinn 1. dag mánaðarins, skuluð þér halda helgikvíld, minningardag, með básún og blæstri, helga samkom, með básún og blæstri, og þér skuluð eigi vinna neina stríðvinnu, þér skuluð bæra drottni eldfór. Og það er skrítið þegar maður fer að horfa á versinn í Biblíunni. Ég fór að horfa á þetta vers. Hvað er þetta vers að segja mér? Að þetta er, við skulum taka líka hérna 4. Mósebók 29, hún segir það sama. 4. Mósebók 29, vers 1. Í 7. mánuðinum á 1. degi mánaðarins skuluð þér halda helga samkomu. Eigi skuluð þér þá vinna neina stríðvinnu. Þann dag skal blásið í básúnur hjá yður. Þannig að þetta hefur verið kallað The Feast of Trumpets á ensku eða básúnur hátíðin eða nýjárshátíðin. Og af hverju var það nýjárshátíð? Það er ægilega margt að skoða í þessu. Ég veit ekki hvað við höfum að skoða mikið. Sumir segja að þeir hafi verið ennþá með babylóníska dagatalið með sér og þess vegna hafi þeir kallað þetta nýjárshátíð. En hérna, þetta er allavega á 1. degi hins 7. mánaðar. Og 7. mánuður er 7. mánuður, hann er miðað við það að það var á 1. mánuði sem þeir fóru út af Egyptalandi. En 7. mánuði, þá er svona hátíð. Og þetta er, ef við skoðum, aftur vers 24, það er helgikvíldur og helgikvíld og minningardagur, básúnur, blástur og helg samkoma. Og svo á að, þetta var alveg spes hvíldadagur og svo átt að færa eldfór. Og ég var að fara aðeins yfir þetta, að það er hvergi annar staðar í raun og veru minnst á þessa hátíð. Og hvers voru þeir að minnast? Og einhver biblíuskýrandi vildi meina að þeir væri að minnast sáttmálans á Sínaífjalli í 2. Mósebók 19:19. Þar var blásið í lúðurna og þar var alveg ægilegur lúðurhljómur og þá var Drottinn að gera sáttmála við það. Þannig að þetta gæti verið minningarhátíð það og en líka að þá er minnst á lúðra þegar að Jesús kemur aftur, þannig að hátíðin getur verið táknræn fyrir endurkomu Krists. Það er sagt að við hinn síðasta lúður í Korinthubréfinu og það er sagt með básúnur hljómi þegar endurkoman verður. Það er sagt í Mattheus 24 að það verður blásið í lúður þegar eftir þrenging þessara daga. Þannig að þetta er hátíð lúðranna og hún bendir á eitthvað. Og í Nehemía að það sem í raun og veru gerist síðar í mánuðinum er að það kemur friðþægingardagurinn og svo kemur laufskála hátíð. Þannig að þetta bendir tilbaka og bendir líka fram á við. Nú ef við höldum áfram í Nehemía. Þetta er á 1. degi hins 7. mánaðar og það sem er merkilegt líka er að, ég veit ekki hvort, þetta er gamli sáttmálinn og við segjum að við höfum betri sáttmála. Við segjum að við séum skýrð í heilögum anda og við séum svona miklu nær Guði, andinn sé í okkur núna og hérna, ég er bara svona aðeins að stríða að þeir eru þarna frá 6 til hádegis að hlusta á upplestur úr orðið. Það eru margir sem myndu endast. Ég veit að margir myndu endast fyrir framan sjónvarpið, en ekki alveg vissum að allir myndu endast fyrir framan Esra fræðimann á háum palli að lesa upp úr Mósebókunum. En hérna bara svona góð áskorun. Hann las frá hádeg til hádegis, fólki hafði beðið að bókin væri svo og ég skrifa hérna, þetta hlýtur að vera verk heilags anda.
Það hlýtur að vera verk heilags anda. Það getur ekki annað við. Og Esra, hann stóð á háum trépalli sem þýðir það að þeir höfðu undirbúið þetta verk. Þeir höfðu smíðað pall svo hann gæti staðið á og Esra hann var kallaður skræp eða fræðimaður og hann var einn af þessum sem afritaði ritningarnar bara með hendinni og þess vegna var hann kallaður fræðimaður. Og já, þeir höfðu smíðað pall svo orðin mættu heyrast betur. Svo sjáum við það að það eru menn sem taka sér stöðu þarna með honum. Það Esra fræðimaður, hann stóð á háum palli, svo það Mattitja og Sema, Anjaja, Úrija og allir þessi kallar, ég ætla ekki að lesa öll þessi nöfn, ég geti lesið þau. Og svo segir í versi 5, Esra lauk upp bókinni í augsýn alls fólksins því að hann stóð hærri en allur lýðurinn og þegar hann lauk henni upp, stóð allur lýðurinn upp. Og það sem ég sé að þessi menn, þeir tóku sér stöðu með Esra, þeir voru að segja, við stöndum með þessu sem að gerast hér. Ég held að þetta hafi verið bæði prestar og tignarmenn, en þeir tóku sér stöðu og sögðu, þetta eitthvað sem við tökum afstöðu til, þeir letu sjá sig og sýndu það að þeir tóku afstöðu með því sem var að gerast. Og því miður eru ekki alltaf allir sem vilja taka afstöðu með og vera sýnilegir, en þessir menn gerðu það. Og síðan sjáum við að fólki stóðu, það var svo mikla rotningu fyrir orðin, það var eitthvað að gerast. Þetta var fólki sem hafði verið í Babyloni, það var einhver vitjun í gangi, það var vakning komið. Og getur verið að Nehemja bókin fyrir okkur, tákni það að Guð sé að undirbúa okkur fyrir vakningu. Getur verið að Guð sé að tala til okkar og segja að við þurfum að fara huga að orðinu aftur og huga að þeim tíma sem við lifum á, hvað að gerast, hvað framundan, komin tími til að vakna. Eða ætlum að vakna bara með meijónum þegar það orðið og seint og búið að loka dyrunum. Að fara að kaupa olíuna þá. Nei, ég trúi því að við þurfum að fara að kaupa olíuna nú. Það of seint þegar búið að loka dyrunum og einhver kemur til dyra og segir, ég þekki ykkur ekki. Við viljum ekki heyra það. Við viljum hafa olíuna á lampanum. Og það segir í Opinberunarbókinni að ég ræð þér að þú kaupir af mig gull brennt í eldi. Og það táknmynd upp á þessa olíu. En við lesum að fólki stóðu, það var lotningu fyrir orðinu, svo sjáum við að þeir tóku við orðinu, allur lýðurinn stóð upp og þegar hann lauk stóð allur lýðurinn upp, Esra lofaði Drottni mikla Guð, allur lýðurinn svaraði Amen, Amen, fórnuðu leið höndunum, beygðu sig, féllu fram á ásjónu sínar til jarðar fyrir Drottni. Þannig að ég sé að þeir tóku við orðinu, þeir féllu fram, beygðu sig undir orðið. Þeir beygðu sig undir orðið sem var verið að lesa. Annað heldur í dag þegar við heyrum fræðingarna segja, já, Páll, Jesús, ég tek marg á honum, en Páll, nei, Páll var bara Páll. Og við getum ekki sagt að hann sé endilega sá sem var með þetta á hreinu. En við hlustum á Jesú og Jesús myndist aldrei á þetta eða hitt, þar sem Páll var að vesinast. En hér sjáum við að það var ekki þannig andi, þeir bara beygðu sig undir orð Guðs. Og hvernig beygjum við okkur undir orð Guðs? Við tökum niðurníðingarskil, við förum undir orð. Við látum ekki einn dropa á orðinu bara detta á okkur, við förum undir það. Og það mikill munur þar á ef að fólk skilur það. Ég ekki að gagnrýna neitt eða neitt, ég bara segja að fólk skilur það, þá mikill munur að fara undir orðið eða bara rétt að leyfa einhverjum dropum orðsins að snerta sig. Og það er það sem við sjáum hér að þeir beygðu sig undir orð Guðs. Síðan sjáum við í versum 7 og 8, hér kemur aftur til svona talning á nöfnum sem erfitt að bera fram og við látum bara útlendingar okkar það og það voru þessir menn að þeir lásu skýrt vers 8 upp úr bókinni lögmáli Guðs og útskýrðu það svo að menn skildu hið upplesna. Og þarna
koma kennarar sem útskýra fyrir fólkinu. Og í Sálmi 119, 130 segir að útskýring orðsins upplýsir, gjörir hina fávísu vitra. Útskýring orðsins upplýsir, gjörir hina fávísu vitra. Og síðan lesum við að í versi 9 og Nehemía, það landstjórinn, Esa, prestur fræðimaðurinn og Levítar sem fræddu lýðinn, sögðu við gjörvallan lýðinn. Þessi dagur helgaður drottni Guðiðar, sítið eigin né gráti, því að allur lífurinn grét þegar þeir heyrðu orð lögmannsins. Og hér sjáum við vorum að tala iðrun í gærmorgun og við sögum að iðrun væri meira en bara gráta, en hér sjáum við að það grátur, það hreif sem Guði að skapi. Og af hverju grétu? Jú, þeir höfðu verið að hlusta á lögmálið og í Rómverjabréfinu, 3. kafla, 20. vers, segir að fyrir lögmál kemur þekking syndar. Þeir höfðu verið að hlusta á lögmálið og allt í einu, þeir höfðu ekki hlusta á lögmálið lengi, allt í einu sáu þeir að þeir bara lifðu í synd. Rómverjabréfið 3:20. Á að vera þarna inni. Já. Fyrir lögmál kemur þekking syndar. Og fólki grét þegar það heitir lögmálið. Annað Korintharbréf 7:10 segir að hryggðin Guði að skapi verkar afturfall í hjálpræðis. Þannig að sumir gráta yfir því að það hafi komist upp þá, aðrir gráta af því að þeir gerðu rangt. Og það iðrun. Þegar við grátum af því að þegar Guðs orð upplýsir okkur og við sjáum að við höfum gert rangt og við grátum yfir því, það sönn iðrun sem leiðir okkur til afturfalls. Og við sjáum að það leiðin Guði að skapa. Og þegar ég var að lesa þetta, fólki grét og þá kom upp í huga minn, einhver hefði sagt, Guð talaði til mín, ég segi bara kom upp í huga minn, að þú getur ekki iðrast nema þú sjáum syndina. Ég er að hugsa okkar þjóðfélagi í dag. Það eru svo margir sem geta bara bókstaflega ekki iðrast af því að þeir geta ekki séð synd sína. Þeir geta ekki séð að þeir eru að lifa, geta ekki séð það að þeir lifi í synd. Og jafnvel margir kristnir, þeir sjá ekkert rangt við að lifa í synd. Þeir bara geta ekki séð að sé neitt rangt við það. Ég hef rökrætt við kristna menn hluti sem eru svo augljósir í Biblíunni, en þeir eru svo blindir að þeir sjá ekki hvað er rétt og hvað er rangt. Biblían segir að fyrir lögmál kemur þekking syndar. Og við getum ekki iðrast, við getum ekki snúið við þegar við sjáum að við þurfum að snúa við. Þannig að þú getur í raun og veru ekki iðrast nema þú sjáir syndina. Og þetta minnir okkur á söguna í Lúkas 15, 22 til 25, eða Lúkas 15, að munið eftir sögunum týnda son. Hvað gerðist þegar hann var orðinn svangur og hafði ekkert að borða? Hann kom til sjálfs síns, segir ritningin í Lúkas 15, vers 17, þá segir hann kom til sjálfs síns. Og hann segir við sjálfa sig, nú tekið mig upp, vers 18. Fer til föður míns og segir hann, Faðir, ég vil synga á móti himninum og gegn þér. Þegar hann þrengdi að honum, þá sá hann, meðan allt lék í lindi, þá var hann blindur. En nú þrengir að honum, hann var hungraður, hann var svangur, hann var kaldur og klæðlaus og hann er að reyna að borða með svínum. Að þá kemur hann allt í til sjálfsins og, hei, ég lifi í synd. Hann segir, og ég ætla að fara á, ég ætla að segja föður mínum að ég vil synga mótið. Og hann er iðruninu svo djúp og sorgina, hann sér sig ekki lengur verðan að vera son.
En hvað gerir faðirinn? Faðirinn, hann segir við hann, inn kemur til hans í versi 21, Faðir, ég synga móti himninum gegn þér, ég ekki fram að verður að heita sonur þinn. Þá sagði faðir hans við þjóna sína, komið fljótt með þína bestu skipti, færið hann í, dragið hring á hönd hans, skóa á fætur honum, sækið og aðikarfið slátrið, við skulum erða og gjöra oss glaðan dag. Því að þessi sonur minn var dauður og lifnaður, hann var týndur og fundinn, tókum menn nú að gjöra sér glaðan dag. Þetta í raun og veru nákvæmlega það sama og gerist í Nehemía bókinni 8. kaflanum. Hérna eru þeir að gráta yfir syndum sínum, þeir hafa heyrt lögmálið og þá kemur sem sagt faðirinn og talar í gegnum Esra og Nehemía og þeir segja í versi 9, Nehemía, það er landstjórinn og Esra, prestur, fræðimaður og levítarnir sem fræddu lýðin sögðu við gjörvallan lýðin, þessi dagur er helgaður drottni Guði að sýtið eigin í grátið, því allur lýðurinn grét þegar þeir heyrðu orð lögmálsins. Og Esra sagði, farið og etið feitan mat, drekkið sæt vín, sendið þeim skammta sem ekkert er tilreitt fyrir, því að þessi dagur er helgaður drottni vor. Verið því hryggir, því að gleði drottins er lífi skjöldur í það. Og þegar ég var að lesa þetta og hérna að þá bara komu þessar ritningar allar upp að það er svo mikið gleði þegar einhver gerir iðn. Og þegar hún losnar við pakkan, sektina, syndina úr hjartaðinu, þá verður svo mikið gleði og það er þessi eina sanna gleði. Það er þessi raunverulega gleði. Það er þessi lífsuppfylling. Þessi gleði drottins sem síðan verður lífi skjöldur þinn. Og sjáðu, með þessa gleði að þó þú tapir jafnvel eigum þínum, þá missir ekki þessa gleði. Það er rauninni bara ein leið til þess að missa þessa gleði. Það er þegar þú gerir vísvitandi rangt. Þú syngar vísvitandi, þá hverfur þessi gleði. Og þá þarf það að byrja bara aftur og gera iðn til þess að fá gleðina aftur. Og það er sagt frá því í Hebreabréfinu að þá er talað þessa gleði, 10. kafla, 33. versi. Það var eina af þessum ritningum sem poppaði upp í hjarta mínu þegar ég var að skoða þetta. Það var ýmist að þér sjálfir smánaðir og affrengdir voru hafðir á augnagamni, eða þá hitt að þér tóku þátt í kjörum þeirra er áttu slíka sæta, þér þjáðust með bandingjum, tóku því með gleði ef þeir voru rændir eignum í þær. Sjáðu, þeir misti ekki gleðina við að vera rændir eigum sínum, þeir tóku því með gleði því að þér vissuð að þér áttuð sjálfur betri eign og varanlega. Og Jesús orðaði þetta svona, safnið ekki fjársjóðum með jörður, heldur á himni, þar sem er þetta varanlega, þar sem frið og mölur eyðir ekki. Þannig að gleði drottins, það er þessi skjöldur sem að hann klæðir okkur í og verður hlífi skjöldur okkar. Þetta er ekki endilega hláturvakningin, þetta er einhver djúp gleði, einhver djúpur fríður og gleði sem er í hjartaðínu. Og eins og ég sagði að þó einhver gera eitthvað á hlutavinn, að þá missur ekki þessa gleði. Fyrir mig að segja þegar menn smánuður, þá er allt í lagi vegna þess að andi dýrðarinnar hvílir þá yfir yður, segir í Pétursbréfinu. Að þú missir ekki þessa gleði þó einhver hæðist að þér, þó einhver jafnvel bergið þig vegna drottins, en þú missir þessa gleði hins vegar þegar þú gerir vísvitandi rangt. Það er munurinn. Þegar ég segi eitthvað, þegar ég finna að ég hef sært einhver, þá hverfur allt í einu gleði. Og það er þá sem ég þarf að biðja viðkomandi fyrirgefningar. Þá fæ ég gleðina aftur. Og ég man eftir því að þú var einu sinni að innrita okkur á Hótel út í Orlando og það var ung og falleg stúlka sem var að innrita okkur og hún byrjaði að ljúga mér og ég vissi að hún var að ljúga mér.
og hún var að segja mér ákveðna hluti sem ég vissi að voru rangir og ég var reiður. Og ég sagði, þú veist að þú ert að ljúga mér og ég man ekki hvað ég sagði, en ég misti gleði. Ég fyrir upp á herbergi og ég las henni pistil. Og ég finn að gleðin horfin, ég fer að taka upp á töskunum, opna biblíuna, það engin gleði. Hvað að? Jú, ég vissi hvað ég þetta að gera, ég fer niður og hún afgreiðið einhvern mann þarna og hún segi, vantaði þig? Og ég segi, já, mér vantar það að ég ætla að biðja þig fyrirgefningar vegna þess að ég var ótuktalegur við þig áðan og ég ætla að biðja þig innilega fyrirgefningar, ég átti ekki að segja það sem ég sagði. Og hún segi, nei, no, you were okay, you were all right. Hún vissi upp á sig skömmina líka, en sjáðu til, en leið og ég var búin að gera þetta, þá kom gleðina. Og ég átti svo yndislegt frí að því ég auðmýkti sjálfa mig og bað fyrirgefningar, þá kom gleðin aftur. Og þessi gleði var lífsgjörður allt frí. Það var svo yndislegt að eiga þessa gleði. Og þetta er þessi gleði sem kemur þegar við fylgjum, lifum við vatnsliðið í hlýðni við heilagan anda. Í hlýðni við heilagan anda. Og að lokum, það segir, lesa hérna versi 12. Levítarnir sefið þarna líðinn með því að segja verið bjóður, þessi dagur er heilagur, verið eigin hryggir, þá fór allt fólkið til að eta og drekka sem það skammta, halda mikla gleðihátíð, því að þeir höfðu skilið þau orð menn höfðu kunngjört. Og ég verð að hugsa, þetta er svo mikið samhljómur í allri ritningunni. Munið eftir í Postularsögunni 2:37, þeir fengu sting í hjartað þegar þeir heyrðu orðið þegar Pétur var að predika. Og munið svo eftir að þegar þeir tóku við orðinu, þá fylltust þeir gleði og fögnun og þeir bara gátu ekki ráðið við sig fyrir gleði og fríð. En fyrst kom stingur í hjartað. Og það er nákvæmlega sama og er að gerast hér og það sem ég sé að eldfórnin, við töluðum að á básúnu hérna deginum, hátíð trompetana, þá var færð eldfórn. Í 3. Mósebók 9:24, ég fór að hugsa, hvað er þessi eldfórn? Matfórn, sjálfviljafórn, brennifórn, en hvað er eldfórn? Allt í einu mundi ég er að þeir synir hans Arons voru að bera fram fórn og þeir duttu niður dauðir. Þeir voru að bera fram eldfórn. Það var bara ekki réttur eldur. Í 3. Mósebók 9:24, ég geti lesið það, 9:24, að þá gekk eldur frá Guði, og þessi eldur frá Guði, hann eyddi brennifórninu sem var á altarinu. Strax á eftir kemur þessi saga syni Arons. Eldurinn eyddi fórninu. Okay? Í Postularsögunni 2:4 segir að það kom eldur frá himni og eyddi líka brennifórn. Þeir höfðu verið að fórna, þeir höfðu boðið sjálfa sig fram sem lifandi fórn og hann tortímdi þeim ekki, en hann tók við fórninni, það kom eldur. Og í Gamla testamentinu þá báru prestarnir fram eldfórn fram inn í hið heilaga af reykjelsisaltarinu og þeir þurftu að taka þessa eldfórn á ákveðnum stað. Þeir þurftu að taka hana af altarinu. En ástæðan fyrir því að synir Arons duttu niður dauðir var að þeir komu með annarlegan eld. Þeir komu með öðruvísi eld. Þeir komu ekki með eld sem Guð hafði kveikt. En þetta var dagur, þessi fyrsti dagur var dagur þar sem færð var eldfórn, þetta var dagur þar sem var vitjun Guðs og vakning og það var gleðihátíð og þegar ég hugleiddi þetta allt saman, þá fannst mér að vera svo mikill samhljómur í þessu
og því sem Biblían segir, við erum skírð í heilugum anda, við eigum að halda áfram að biðja í heilugum anda. Júdasarbréfið segir einmitt að við eigum að biðja í heilugum anda og varðveita sjálf okkur í kærleika Guðs. Þá varðveitum við þessa gleði og þetta líf í andanum sem Guð hefur gefið okkur. Þannig að þessi kafli, hann fjallar vitjun, vakningu, iðrun og gleði. Og ég segi það aftur að Nehemíabókin endurreist. Og ég trúi því að mín skoðun, við sjáum alveg helling, alls konar hluti verið að gerast í einum kristna heim í dag. En andlega tala, eða mín sannfæring að meirihlutin af kirkjunni svona í hálfgerðunni Babýlon. Babýlon, fólk svo upptekið á öllu mögulegu öðru heldur en að standa í 6 tíma og hlusta á lögmálið eða orðið. Fólk getur gefið sér tíma fyrir hvað annað heldur en að eyða tíma frammi fyrir augliti Guðs. Og Guð, heilagur andi, hann kallaði þetta fólk saman. Og ég trúi því að heilagur andi líka í dag að kalla fólk saman sem vill leita hans. Það krefst þess að við færum fólk, þess vegna talaði rótgjöða fólk. Það krefst þess að þú og ég, við forgangsröðum okkar tíma til að koma saman og ákalla nafn Drottins, til að koma saman og lesa upp úr lögmálinu, til að koma saman, kaupa gull brennt í eldi. Það alveg nóg að ævintýra mennsku. Páll sagði hina síðustu daga að það kemur sá tími að menn myndi ekki þola það sem ég að kenna í dag, heldur myndi þeir snúa sér að ævintýra. Og við höfum alveg ógrynja ævintýra mönnum og ævintýra fólki í kirkju Jesú Krist í dag. Við getum séð á kasta $1000 seðlum á púltið og þeir segja einhverju sögðu silfur og gull eigum við nóg, en kraft Guðs, ekkert. Ég horfði á 2 fræga predikar að segja þetta, silfur og gull höfum við nóg. Þeir sögðu reyndar ekki það sem ég sagði, kraft Guðs, nei. En þetta var svona bara aðhlátursefni, átt að vera fyndið, en það ekki fyndið. Sjáðu að þeir sögðu silfur og gull höfum við ekki, en kraft Guðs, það sem höfum við, það gefum við. Og það þetta sem Guð þráður að gefa okkur að við séum þessi kirkja sem hefur þennan kraft Guðs. Og hvernig getum við eignast það? Við verðum að koma fram fyrir Guð og fá hann. Við verðum að leyfa Guði að móta líf okkar, stjórna líf okkar, leið okkur og við verðum að lífa í, og ég segja það, innan gæsalappa. Við erum ekki undir lögmál, við segja svo margir, við erum undir náð. Já. Við verðum að lifa í hlýðni við trúna. Það ekki allir sem fatta þetta, þau verðum að hlýða trúna. Við verðum að lifa í hlýðni við trúna. Við höfum tekið á móti orðinu í trú, við erum réttlætt fyrir trú, að lifa í hlýðni við trúna þýðir í rauninni að gera það sem Jesús gerði. Hann var leiddur af heilugum anda af sitt líf. Hann lifði í trú sem maður og hann var leiddur af heilugum anda. Amen. Seinni hlutin laufskálahátíðina og það eina af þessum hátíðum sem ég trúi eigi eftir að fá spámanlega uppfyllingu. Við veitum að páskar hafa fengið uppfyllingu, hvítasunnuhátíðin hefur fengið uppfyllingu á hvítasunnudag, en laufskálahátíðin hefur ekki fengið uppfyllingu í hinum nýja sáttmála, en ég persónulega trúi því að það verði uppfyllingin á því verði þessi síðasta vakning sem kemur yfir heimsbyggðina áður en að Jesús Kristur kemur. Það var hvítasunnuvaxningin og síðan verði þessi loka endatíma vakning þar sem að
að orðið er að fara allan heiminn áður en að Jesús Kristur kemur. Ég las hérna á föstudaginn spádóm sem hann hafði spáð, hann Smith Wigglesworth þessa tíma. Hann spáði fyrir 4 vakningar, hann spáði fyrir vakningavakninguna eftir stríðið, þessi spádómur kom fram 1939. Hann spáði fyrir karismatísku vakninguna, hann spáði fyrir trúarvakninguna og hann spáði fyrir endatíma vakninguna sem yrði svo ógulegasta sem nokkru sinni hefði orðið. 3 vakningar eru þegar komnar, svo 4. við eftir að upplifa hana. Og ég trúi því að Guð í dag að undirbúa fólk sem hann getur notað í þessari vakningu. Og það okkar val, vegna þess að þú notar ekki mann í hernað, í fremstu víglínu, í skæru hernað, nema þú hafir fengið að þjálfa. Það getur vel verið að fólk verði með að einhverju leyti, en Guð vill fá fólk sem hann getur notað svo að andi hans geti starfað í gegnum það. Og til þess að það megi gerast, þarf hann að fá að hreinsa mig og þig. Af því að stundum erum við þannig að hann bara, ég veit ekki hvernig það er þegar þú kemur við óhreina nærbuxur. Þetta er aðeins svona. Eða hvað? Ég vann einu sinni í þvottahúsi. Jæja, ég ætla ekki að fara það. En ég held að Guði líði stundum þannig eins og hann sé að taka utan eitthvað óhreint þegar hann snertir okkur. Hann vil fá að hreins okkur. Erum við réttlætt? Jú, við erum réttlætt. En án helgunar fær enginn drottinn lit. Og Guð, hann þráir að gera eitthvað svo mikið og ógulegt á jörðinni. Og hann að undirbúa fólk. Hann að kalla fólk, komiði, kaupið gullbrent í eldi, komiði og setið olíu á lampana vegna þess að ég þrái að vinna í gegnum ykkur. Og ég trúi því að Nehemía bókin hérna, hún eins og spegilmynd af þessu sem að Guð vill gera í dag. Amen.